Það alltaf lagi Rex Stígar eitthvað svolítið. Já. Þetta er easy going sko. En óslega gaman að fá þau til okkar. Ég tók eftir fyrst hvað á Facebook eða Instagram eða eitthvað svoleiðis. Það varst að posta og að þú var að sauma og það greip athyglinna. Já. Og hugsaði strax, wow, þetta er maður með passion. A man with a passion. Já, og ég elska passion, gott passion. Já. Hvaðan kemur þetta sauma passion? Þú veist, á maður ekki bara að gera það sem maður er góður í, eða? Já, en það sem ég svo á, hvenær fattar þú sett góður að sauma? Er það grunnskóla? Ertu bara eitthvað... Þú veist, það er bara eitthvað undirliggjandi meðutun, held ég, sko. Bara frá skrakki eða? Já, þú veist. Að þetta er svo uník svona hobby Íslands atvinna, sko. Mitt. Mér finnst það svo cool, sko. Ég fíla það. Sko, náttúrulega fyrirmyndirnar í lífinu. Já. Þú veist, það eru fjölskyldunar. Og ég hef alltaf litið bara sjúklega mikið upp til ömmu. Var hún mikil saumakona? Bæði föður og móðum minn. Já. Já, þú veist, það eru með stúka, skilurðu, hotn í íbúðinni. Já. Fyrir saumaskap, þar sem saumaðalinn var bara í sambandi. Varstu bara lítill krakki og horfður á það og varst bara, oh my god. Ég verði að komast í þessu græði. En sko, afi var alltaf skítur og þú veist, það var alltaf eitthvað læti í honum og fór hann aldrei í amma var bara eitthvað, fáum okkur keks og saumum. Mjólk og förum bara að sauma eða þessu. Geðveikt. Lögum þetta. Þannig að þú lærðir fyrst af henni að sauma? Já, þú veist, ef hún kendi mér ekkert að sauma, þú veist. Nei. Hún var ekkert að ekkert einhver svona mentor, skilur. Nei. Þetta meira bara svona, þú veist, amma er að gera þetta. Já. Og bara reaksjónu líka bara, viðbröðum frá fólkinu sem hún var að gera fyrir, það var allir svo þakklátti. Bara, wow, eitthvað sem var bara svona rísa vandamál fyrir þeim. Já. En var bara eitthvað svona ekkert mál fyrir ömmu. Einmitt. Hvaðan samt fer ég eitthvað nám? Eða er þetta bara sjálfslært? Nei, sko, já, ég myndi segja það, byrja að vera sjálflært, sko. Já. Maður byrja alltaf að fikta bara fyrir sig og sjálfan sig. Hvað ertu gamall þú byrjar að fikta? Að sauma? Mér finnst það svo áhugavert. Ég elska þig. Fikta er alltaf gott orð. Ég er að kynnast þér. Eins og stórt að segjast elska það strax. Jú, við nú þekkjust við eiginlega ekki neitt, sko. Nei, þetta var skrítið. Sorry. En þú ert algjörlega típan sem sko, fann að hrífst af, sko. Já. Ég fjall fyrir leiði svo það. Ég er svona kameljón líka, sko. Já, og sérstaklega gaman að þú ferður skónum þegar þú kemur í sett. Mér finnst það virðingaverst. Finnst þið gott að vera sokkunum? Já. Mér finnst þetta bara svo heimilislegt. Já. Við ættum að hafa þessa reglu hann. Alveg svo þegar þið buðum mér heyrnartólið ná, ég alveg, nei, ég er aldrei með heyrnartól, ég ætla bara að vera bara eins og ég. Já, þetta, menn fá ráð bara að henda þessum skónum. Sorry, hvað ég er áhugasamur? Þið bara stopp mig af, yfir óvæstur. Hvað ertu gamall þegar þú svona byrjar að sauma að einhverju viti? Þú veist, 16, 17. 16, 17? Já. Ok. Þá byrjaði, þú veist, fötin sem maður er búin að kaupa sér kannski sjálfur, aðeins eitthvað brotna eða slitna og þá svona ég er ekki að kaupa nýtt eða tími ekki að kaupa nýtt eða ætla bara að laga það, þá get ég halda áfram að nota það. Og líka bara, þú veist, ég sá einhver hluti sem ég langaði átti kannski gefna þeim og saumaði það bara sjálfur. Og það byrjaði eiginlega allt bara á, þú veist, mér langaði í svona tote bag. Já. Hvað er það? Svona tote bag er bara svona fjölnota póki bara. Já. Og góður íslensku. Og þú saumaði hann? Já, ég saumaði hann. Og ég notaði hann bara sjúklega mikið. Og ég var bara eitthvað cool. Já, ég gat þetta. Ég bara eitthvað nota eitthvað sem ég bjóð til. Það er trillt. Já, það er eitthvað við það, sko, búa eitthvað til og sjá einhvern annan, þú veist, nota það eða njóta þessi eitthvað, það er bara svona það er alveg addicting, sko. En eins og í grunnskóla, hvað grunnskóla varst í? Breiðholtsskóla. Já, það var textílmennt. Það var textílmennt, ég man sjálfur eftir að hafa verið á einhverju saumavél, en maður var ekki að gera neitt merkilegt. Maður var bara eitthvað búa til eitthvað munstur, mér minnir að ég hef ekki verið að sauma eitthvað, sko. Nei, maður hlakka alltaf til að vera textílmennt og það var, þú veist, eitthvað annað en bókverk. Já, það var eitthvað annað en bókin, skilur. Samanlega. Og jú, maður bjóð til einhver húu, einhver bánsa og
Það hefði þá verið Breiðholtsskóla Sauma, já, allir hún kannski hafi ekki bara verið fyrir eitthvað stór textilmennt deildin Já, þar, sko. pottþétt, Mikið lagt upp úr henni. Ég bara ekki pælt í því. Nei, Grandaskóli var eitthvað, það var ekkert að frétta það sko. Mér fannst við ekki vera að sauma neitt almennilegt sko. Ég man eftir við vorum að þæfa ull og eitthvað. Já, það er nú rammíslest maður. Já, það var svolítið gaman. En Já. var eitthvað ekki kent að prjóna í grunnskóla? Jú, já, prjóna. Prjóna Ekki mikið snarl. hekl, sko, en prjón. Prjónið, já. Þannig að, þú veist, ég man eftir, mér fannst alltaf gaman í þessum tímum. Og þú veist, þannig einhver húa sig í sauma, ég var bara alltaf með hana og fugg allar aðrar húur út gluggan en ég var bara alltaf með þessa, sko. Geðveikt. Já. Ég var búin að saumað út upphafstafina mína í, þú veist, framan á eitthvað, veist, þetta var eitthvað svona. Já, þetta er einhvers konar sköpun. Já, Maður er að gefa eitthvað af sér. já, þú veist, og svo líka bara, maður fór í próf í bóklegu, þú veist, fekk alltaf 4, 5. Svo bara, textilmenn 10. Já, Og bara sweet. Já. gaman veist. á því. Þannig að maður bara horfði bara einhver og spjaldi bara, nei, já, skilur. Já. Bara tók bara hæstu einhverjuna. Já. En áður en þú finnur hæfileikana í saumaskapnum, varstu með einhver hugmyndir hvað er langað að verða þegar þú verðir eldri eða stór? Já. Þú veist, það að vera sölumaður eins og pappi. Já. Þú veist, Selja hvað? hann hefur verið að selja átti sitt eigi fyrirtæki. Þegar ég var lítill bjakkur, lærði að vinna hjá honum, hann var að flytja inn, sko, sápur, Vel gert. hreinlætisvörur. Já. Þær kom allar á útlensku, svo þurftur að setja íslenskar leiðbeiningar aftan á. Þannig að ég byrjaði bara að vinna Við það. að líma, þú veist, Já. límið aftan á einhverja sápubrúsa. Já. Og bara, já, hann er sölumaður, hann var góður í því, hún gekk vel. Þú veist, hann var með samfæringamátt, var með fullt af fyrirtækjum, var með IKEA þegar þeir opnuðu út í Garðabæ. Þá var hann með, þú veist, alla sápur, alla pappír, allt dót, sko. IKEA velur svolítið litla mannin. Já, það? Já. Vel gert. Þeir náttúrulega koma þaðan. Já. Já. Þú veist, þeir eru svolítið litli maðurinn, þóttir séu risa í dag. Já. Þá eru þeir, þú veist, koma bara úr einhverjum bæ í Svíþjóð, sko. Já. Þannig að það er, og þeir eru mjög duglegir að, þú veist, taka sín, þú veist, gildi með, þú veist, þannig að, þú veist, þegar að IKEA var að opna stærra fyrirtæki í Garðabæ og fengur tilboð frá alls konar hreinlætisfyrirtækjum að, þú veist, þá velja þær ekki bara lægsta. Nei. Þeir velja, þú veist, þessi gæi, hann er bara eitt og stendur sér bara sjúklega vel og Það er töff. fá þau líka persónlegir þjónustu og ekki bara reikning og einhvern sendil, skilur. Akkurat. Ég man alveg eftir að við vorum svo ofta að fara í IKEA, sko. Þegar við vorum börn, sko, bara nýta tíman, sko. Það fá sér kvöldmann. IKEA, takk í nóga servettum, strákar. Farið í boltalandi. Þið þú ykkur henduna, notið nóga sápu. Skilur. Hvað, þið bræðið þá? Já, ég og bróðin. En var þetta þá að tala um sápuna sem maður gæti bara fengið á klósettinu þar? Hann var ekki að selja sáp í búðinni eða? Men þetta er bara hreinlætisvöru fyrirtæki. Það bara, þegar IKEA Já. var bara skítugt, þá þurfti bara að þrífa með sápu. Já. Gólsápu. Já, svoleiðis, já, þú veist, kunnin gæti ekki keypt þessa sápu. Nei, það var ekki. Það var ekki svoleiðis. En í dag getur, sko, þetta umbóð er ennþá til í dag. Þetta heitir Evans. Já. Og þetta, þú getur fengið þetta bara í, held ég bara ólísbúðum í dag, sko. Geðveitt maður. Þannig að Þetta brand er ennþá til. þú hugsaðir, þetta er stemming, ég ætla bara að elda pappa, gera smangirir, diggity. Já, vera bara svona sölumæður og þú veist, bara þetta fas og þetta svona Já. attitút og eitthvað, það heitlaði mig, sko. En hvenar hættur við það og hugsa bara, ég ætla bara að vinna við það sem ég er góður í, það sem ég elska, að sauma. Boom, let's go. Þú veist, Þegar hann fekk 10 í Breiðholtsskóla. já. Þá kom Það þetta. hlýtur að gerast einhverju seinna. Nei, ég fatta, sko, þetta er bara svolítið svona svolítið fyndið, svolítið steikt hvernig ég er búin að ná púsli svolítið saman. En
Ég vil heyra allt. Þetta eru þunga spurningar. Já, ég elska fólk sem Ég er í besta velur sér. sálfræðitíma sem ég hef farið í. Já, ég elska fólk sem velur sér einhver leið í lífinu og bara kýlir á það og let's go. Já. Og ég upplifði það með þig að þú hafi gert það sko. Og mér finnst það svo hvað er íslensk orðið? Inspiring. Það er hérna Já, þegar ég var að segja fólki frá, þú veist, þessu saumadóti og þú veist, það bara hvað er þetta að klifra upp þetta tréð, skilur það er ekki útsýnið þarna bæði, sko, námsráðgjafar og eitthvað, það er bara, nei, við skulum velja bara einhverjum svona hefðbundnari leið, sko, þú veist það er versta ráð sem námsækjaði getur gefið krakka, sko skamma þennan námsækjaða Það hætti að flengja hann í dag. Já, heldur betur Ég var allan til að hitta hann. Stinga með nál. Já, ok Já, sauma fyrir munnuna á hann. Nei, sko þú veist við var í fullri vinnu alltaf við eitthvað annað, þú veist, hamborgarastað var á elli heimili en að saumaskapurinn var alltaf svona side project ég hafði aldrei hugsað mér að fá borga fyrir það, skilur. Nei. Og ef maður var að gera eitthvað verkefni fyrir sjálfa sig eða einhvern annan, þá var það alltaf einhvern veginn bara frýtt. Akkurat. Og þú veist ætli ég hafi ekki bara svona þú veist, þegar ég ákvaða bara einmitt, ég var bara búin að fá 5 og 5 og 5 í öllu þú veist, meiri segja búin að þú veist, ég var 8 ára ná mér í stúdentspróf og fyrstu 6 árin var ég sko kom með sko 48 einingar og það er sko 140 til að útskrifast, þannig að ég var bara búin að horfa á síðustu 6 ár versus einingarna sem ég var búin að skila Og Van Wilder Já, nákvæmlega Van Wilder sko. Það ég hugsa bara, þetta er ekki veist, ég er að fara að vera sko 38 ára að útskrifast Já, að ég fór að hugsa inn á við þannig að maður 18 ára gamall að þess fann að þess komið fleiri heilaselur og þá fann ég nám upp í Fjölbraut Breiðholti fata, hönnun og textílkjörsvið samhliða stúdent og á þeim tíma sko var þetta eina námi minni mig sem þú þarft ekki að taka 3. tungumál þú veist, ekki spænsku, ekki þýsku Já, vel gert þannig að það var mjög heitlað sko Já, það er að næla sér í stúdent á þess að þurfa að læra 3. tungumáli sko Ég hef viljað það líka Ég var hræðilegur í þýsku alveg glataður sko En er þetta ekki gott að hafa eitt svona En ég meina, hversu mikið læruru tungumál í mentaskóla ekki neitt sko maður þarf að búa í landinu frekar í 3-4 ára það er annað podcast Já, en það voru svona fullt af svona það voru bara svona alla stjörnurnar röðust einhvern veginn upp bara varandi þetta nám og ég bara búm og stilti því upp sko og þá bara ef ég myndi ná öllu bara á þess að falla þá verð ég 2 ár komið stúdent og ég bara sweet og kildi það cool. og þar fekk ég flensuna sko nice. það bara fyrsta daginn bara voru ég einhverja svona námsbrauta kynningu á þessu námi og ég fann það bara strax ég var bara wow ok, þetta er hellað og það sem var bara að fara létti yfir hvað verið gert og tróðfullu salur og svo bara sæki kemst inn og skipti úr gamla framhaldsskólanum yfir í Vistu, þegar ég fór í framhaldsskóla þegar ég fór í FB að læra sauma og svona, það voru strákanir í FA sko bara eitthvað, what? Já, fannst þið með þetta random? Já, voru bara, hvað meinar ég bara, þú veist, I got a feeling með þér Já, en það er dýrmætt sko að finna það svona snemma sko Já Það er flestir aðrir fara í einhverja skóla og svo í háskóla og svo eru ennþá að finna út í hvað þeir langar að gera og vita það ekki ennþá og jari og fara bara í viðskiptafræði Já, eru bara svolítið svona smitaðir og litaðir sko Ég er bara, þú veist ekki mikið verið að spá í því sko þannig að ég er bara svona hver er sinna gæfi smiður sko Akkurat og í dag ertu að vinna við þetta með þitt Hvað, eigið fyrirtæki eða hjá öðrum eða Nei, ég á saumastofu í Glæsibæ
og saumastofu í Glæsibæ í dag en sko, já ég fer í sko FB og læri þetta stöf sko og útskrifast og svo bara fer í rauninni ekkert að vinna við það, þú veist, það eru 10 sem læri þetta, það er aðeins 1 sem fer að vinna við þetta. Já, ok, það er bara Þannig að brottfall er svakalega mikið. Ok, Þannig að ég útskrifast og ég fer bara að vinna við eitthvað annað. Þetta er svona svolítið svona brútal að vera bara í námi þar sem þú ert með aðstöð fyrir öllu og heilina það er bara kreatív og svo bara útskrifastu, handshake, get the fuck out. já, Fyndu út göttunni. já, fyndu út úr þessu sjálfur Fyndu- Já, ok, en ég á ekki eins og sjálfu saumaðal, skilur. Já, Og svo koma bara, þú veist, flutta heiman, vinna, reikningar, eitthvað, þannig að ég bara svona náði einhvern veginn ekki það. Og sækjum vinnu við þetta var eiginlega ómögulegt, sko. já, hvað einmitt En það er fullt af saumastofum Já, það er fullt af sögumstofum, en það eru bara ekki margar ráða. Nei, ég skil Nei, Þetta er svona, já, Þetta er pínu family business, sko. já, já. Og eins og saumastofun þinni er það fórstið bara alls konar bara laga föt sem koma til þín setja logo á föt eða bara allt mitt heim sem ég er það Sko, þú veist, ég er ekki að setja logo á föt, en Ok. ef þú kemur með logo sem ég get saumað á föt, þá ger ég það. Því mér langar svolítið að setja Víkingslogo á þessa gollu Já. Loft hugsaða sko, hún er í Víkingslitunum sko. Einmitt. Hvernig væri best að útfæra það? Við þyrftum bara annarkvort tala við Víking, Og fá logoið hvort er eitthvað einhvern pats eða og svo er það bara saumað á já, Ok, ef við myndum bara breyta því í saumaforrit og sauma það hreinlega út Já, þetta er góð hugmynd það er ekki töf Það var geðveikt Það var mjög töff. Sko, hérna, bara framlega Víkingspats hvað heitir þetta þegar börn rífa buxurnar og það er sett á? Hvað heitir það? Bót? Já. Bót, já Hérna, er ekki minna um það? Ég man að maður var alveg bótaður þegar maður krakki Já. En mér veist ekki mikið sjá börn með mikið af bótum Góð pæling Veit ekki, kannski bara því að við kaupum bara nýtt, skilur við Það er bara, þetta er rifið, næsta Förum bara já, eitthvað búð vissilega, Já. gerum við það En maður meira kannski að nýta hlutina þegar maður var yngri Eða, þú veist, mæður okkar já, einmitt, fara til ömmu í heimsókn Já, og láta hann að gera við en bara það eru margar ömmur í dag sem kunna bara ekkert að sauma sko. Nei, saumaskapin Nei. þetta út sko Ég- Mamma átti saumaðel sko Hún lagaði fötin okkar þegar þau reifnið og svona Þannig að ég bjóði það sko Geðut. En núna er rosalega tísku að prjóna sko. Kona mín prjónar rosa mikið og svona fólk í kringum er að prjóna heiðar að prjóna eða hekla eða eitthvað djöfull. já, hún kann að prjóna og hekla Já, hún á líka að sauma vel Er hún að sauma mikið eða? Ekki mikið, en daginn tók hún sko, við keftum okkur gluggatjöld og hún stytti þau, skilur við Ég hugsaði, hvernig ætlar hún að gera þetta? Vel gert En hún gata, Grjótart. það var vel gert, já sko. En svona Það er aðal alveg húsmóður Já. en hvað er svona aðalverkefnin sem þú ert að fást við á saumastofunni? Svona, sko, það eru svona þú veist, það eru svona 3 turnar styttabuxur, þetta er skipta rennilás og lokagötum Þetta er svona turnandi 3 þetta eru turnarna 3 Já, svo kemur hann inn á milli, skilur við setja tölu setja hnappagat stytta ermar, skálmar þrengi eitthvað já, þú veist, gera kósa hvað er það? það er svona litlir, já, svona játringir Já, já, já sem að, þú veist, reimin fer í gegn skilur við skónuðinum eða hettubisni eða cool Hvað heitir franskur rennilás Sorry, nei, fyrir ekki Hvað heitir saumastofan? bara saumastofa saumakallsins Vel ég gert. er saumakallin Já, ertu ekki eini saumakallinn bara? jú, Svo vita sig. ég var samt sko þegar ég fekk alltaf til fullt að saumakonum sko og jábúnduris getur verið saumakona ekki saumakall og Er það kall með 2 ellum með R? bara bæði, Bæði. bara annarkvort kall eða karl No. en þannig að þegar ég er eitthvað saumakallin maður, saumakallin ég er pottet einhver gaurinn í Hafnarfirði sem að Heitir saumakallin heitir saumakallin sko og ég er eitthvað að traðka tætnar á honum þannig ég bara googla Engin. no results bara what getur það verið fór að þú veist, tala við fólk sem ég þekki saumakallin, er eitthvað saumakall nei mér finnst þess að ég hef heyrt þetta áður könnust allir við þetta nei
þetta er einhver gaur á Instagram sem heitir The Suing Guy og eitthvað svona The Suing Man og eitthvað svona á ensku The Doing Man ekki lögfræðingur sko Nei Sauma já, Þannig að þú tókst þetta nafnu upp já ég bara svona og stofan ég fann eitt sko, ég leitaði líka í bókmenntum ég segi, þetta er einhver karakter sem að Laxness er búin að skrifa Já, fórst alveg það djúpt. ég var bara svo 100% viss um að þetta verði til þú veist, þetta er eins og hann þegar hann gaurinn, hann söngurinn í Cure hann fekk melodíuna fyrir Friday I'm in Love hérna og hann var bara, þú veist, hann var bara 100% viss um að þetta væri til Hlaðfréttir í bóði Ormsson og akkurat núna getur þú farið inn á ormsson.is og keyptir Samsung 55 með fremsjónvarp á 40% afslætti. Kostar undir 150 skallin. Já, munið að grípa ykkur nammi frá Nova Sirius og það eru sér hindberja ringir, gúmmíringirnir, ópalringirnir. Shit, hvað eru góðir Vákaður eru góðir. Það leikur bragðlaugana. En svo myndi ég líka bara alltaf fara í eitt set, sko. Það er alltaf klassíst. Við elskum ís og hvaða ís, við elskum kjörís og það er nú best að nefna Pólís-ísinn því að við eigum svo mörg börn og þau þurfa ís á sumurinn, það er bara ís er eftirréttur pappi, já það er Pólís-ís Hann er líka mjólkurlaus og sykurlaus og fyrir þessum að leiðum til land sem eru ansi margir þá mútti ég fara að koma við í bónus taka innkaupin algjörlega þar og grípa með einhver eitt kókaböfsbakka það er haxið útilega að vera með kókaböfs og mjólk Já það var bara, ég get ekki farið lengra með þetta er til Akkurat og hann bara spilaði niður og síndi og þau bara, nei, við höfum aldrei heyrt það nei og þetta var svona stúpidli einfalt Já en samt engin einhvern veginn búin að Gera það gera það Nei Það er oft þannig þannig að, já, ég fann í einni bókmennt þannig að það var einhver sjómaður búin að rífa skyrtuna sína Sauma hann sjálfur já, og það var eitthvað svona, frásögnin var eitthvað svona já, allir við löpum ekki niður í káhettu og ætlar hann ekki seti bara á að vera að sauma kallinn þú veist það er eina, það er bil á milli sauma kallinn Kallinn, já, vá ætlar hann ekki seti og verið að sauma kallinn. kallinn Já. kallinn satt að sauma Okay. það er eina sem ég fann Ok, menn þú má bara eigna þér þetta já, Þetta er bara þú ég hirti þetta bara Já, en ef það kemur annar kall og hann fyrir að sauma má hann þá ekki vera saumakall jú, ég er alveg búin að fara svona ég er alveg búin að lendi í tilfinningar rúsi bara með þetta með þetta nickname sko hérna það er svona kannski hitt einhvern svona sem ég herri, þessi er líka saumakall og ég er eitthvað svona, nei hann er ekki saumakall ég er saumakallinn Já. það er aðeins einn alveg svo, eða meikar ekki sens út af því, þú veist, það er ekki bara ein saumakona, það er margar saumakonur Nei. ég er eitthvað svona protective á Já. Þetta er svona brand, maður þarf að hlúa því Ég skil það vel, sko Þetta er eins og líka bara þegar við vorum að tala með einhvern þætti sko, að það voru alltaf ráðherrar skilurðu svo kemur kona í embættið en hún verður samt bara ráðherra því er ekkert breytt fyrir hana Hún sko. er ráð kona Nei, það verður ekkert ráðkona Ætti að vera Þannig ráðkona ertu með kallastjætt skilurðu sem bara, nei, við ætlum ekki að breyta þessu skilurðu Þannig erum við með kvennastjætt, saumakonur sem eru væntanlega alveg til að leyfa þér að vera saumakall og fyrir ekkert í töðunar já, sko, þær er bara ekkert að sauma í dag Saumakonur? nei, bara konur yfir höfuð Já, þær eru bara búin að yfirgefa saumakonu Það er alltaf farnar titilinn Er það bara farnar í viðskiptafræði? já þannig að þú veist þá er bara leikur á borði Vel gert, þannig að fólk getur komið til inn í búðina og látið stýta buxur laga alls konar, setja göð setja franskan, setja rennilás Er eitthvað sem að laga, bæta Líka Glæsibær, það er svo miðsvæðis já, Það er alltaf að fara þangað fancy town Fancy town, Já. yes En hefur einhvern tíðan komið einhver tíðin með eitthvað og þú ert bara, herður, ég get þetta ekki Þetta er bara já, og gæi búin að líma buxuna sína saman þetta er tónataki Ha? Akkurru? hann var bara buxunar hans rifnuðu hann geti ekki verið í rifnu buxum en hann átti tónatak Og bara ákvaða að laga þannig hann tónatakaði buxunar Já, það er of mikið sko. en svo koma með dimmin út að það var ekki að virka sko. eðlilega þannig að það er að steikta sig í fengi undir náluna sko.
En reddar honum? Já, auðvitað. Reifst bara upp tónataki einhvern veginn og... Ég bara saumaði, brunaði bara yfir tónataki. Já, ok. Þannig að hann er ennþá með tónataki á buksunum. Hann er ennþá með tónataki í klóinu. Vá, Já. Og en bara sauma líka, hann er með sauma í klóinu. hann er með sauma. Sem halda betur. En svo Hann er verkfræðingur. eins og Þannig að ég dæmdi hann ekki eins mikið og ég... Nei, Hann var bara að reyna að redda sér. Já, maður respekta Hann kom samt ekki sjálfur með buksnar, og konan hans kom með þær fyrir Nú, hann. Sko. ok. Hann þorði ekki. Nei, Nei. hann vildi ekki láta skamma sig. Nei. En hérna, hvenær kveiknar svo þessi hugmynd að hérna, fara á samfélagsmiðla og deila boðskapnum, deila því sem þú ert að gera? Sko... Bara djúbúksun eða? Nei, það bara... Þú veist, það er allt í einhverju... Svo, þú veist, samfélagsmiðlum. Og þú ert bara ekki með fyrirtæki í dag, nefnum þú sért á... Þú veist, það var eiginlega eitt vídeo sem að ég er svona... Þú veist, svona þegar fyrirtækja eigendur eru svona þvingaðir í að fara í social media, ja, á samfélagsmiðla. Já. Og það var eitthvað fyrirtæki sem var eitthvað svona ótrúlega svona kom út hreint með það. Ég held að það hafi verið Steina Vogi í Kringlunni eða eitthvað. Já. Það ætla ekki að vera neindropp eitthvað sko. Nei. Nei, alltaf. Og það var eitthvað svona, eigandinn var eitthvað, já, þú veist, ég verð bara að gera þetta og hér kemur mitt fyrsta social media content. Skilur, það var bara eitthvað að geta reynd með það, hún nefndi sér ekki neitt. Nei. En hún varð að gera það. Því það var bara starfsmennir, samfélagið, Akkurat. allt var bara segin að gera það. En hún bara dróða bara á síðustu stöð með að gera það og gera það svo. En þannig að ég, já, þá var ég svona, ok, fyrsta fólk sem að nennir sér ekki er að gera það. Já. Og ég nenni því ekki. En ég verði að let's gera go. það, skilur let's go, Já. pep, auglýsing. Þú veist, ég fór líka að skoða hvað kostar auglýsing í blaðinu og útvarpinu og eitthvað og þú veist, það var bara ég átti ekki efna á því, sko. Nei. En vinur minn sem átti bakari á Selfossi, GK bakari, Geðið bakari. mjög gott. Hann seldi sér út úr því, var atvinnlaus. Hann er leikstjóri Ament, Ok. bara vinnur við að baka, nóða Já, það er nóða að baka borða. love that passion also. Og þannig að hann bara eitthvað, hei, ég er, þú veist, á milli vinna og þú veist, er bara eitthvað, ef ekki að gera eitthvað content, þú veist, og ég er bara, wow, ok. Enn og aftur, allar stjörnum það bara Læniði stuð. Já, þannig að ég bara skoðaði sko, samkeppnið það líka. Engin. Nei. Þannig að þetta var bara, No brainer. þetta var pínu svona, eins og með sömakallin, ef þú hyrðir þetta ekki Já. upp úr götunni sem allir eru bara að labba fram hjá. Já, það tekur. Og það var bara, Þannig að það var engin saumakona á social media að gera eitthvað. Ég er að sauma eitthvað. jú, það eru, Já. þú veist, en það var allt, mér fannst það alltaf einhvern veginn svona merkileg, það var alltaf svona að vera þessi virða að pósta því. Já. En ég bara pósta bara, þú veist, einni lítilli rifu bara, ég var að laga þetta. Skilur, og það er alltaf, þú veist, eitthvað sem er húkslega stúpid og ómerkilegt, en mér finnst það bara amazing. Það er líka því að það hafa ekki dæri verið að gera það. Þetta er skemmtilegt content. Að sjá rifuna og þú ég hef viljað kannski- sjá tonnatakið, skilur du. Einmitt. Nú er ég alveg, þetta trubla mig að veit ekki hvað þetta lítur út núna. Já, þetta var ekki falleg sjón. Hvað er tonnatak? Ég veit ekki hvað það er. Er það bara hókst að upplugt límið það? Já, bara svona Bara eitthvað svona. glærvöku sem bara Já. úðar á eitthvað Og það bara festist það að eilífu. og bara festið saman. Ok. Já. Veistu hvað tonnatak er, Benni? Nei, ég hef aldrei séð það með augunum mínum. En þú veist. Er þetta ekki sem menn nota fyrir að smíða eða eitthvað? Svona eitthvað, setja tonnatak á einhverju spýtu og festa hana við sófa eða eitthvað svona. Jú, þetta er Þetta er bara eitthvað Jú. ein. Þetta er vissulega sterkar en kennartygjó, sko. Já. En Mér finnst það mjög áhugavert. þú notar ekki á textíl. Hún notar einmitt á, þú veist, plast og járn og Já. eitthvað Já. svona. Þegar, Hvað? Hann er líka ertandi, sko, tónatakið. já, getur svona klæða því og svona. Já, bara, þú veist, þú setur það á textíl þá bara
morknalag, skilur. Hvað ætla að segja? Það meikar ekki sens. Nei, ég var bara að segja, hérna, ég fór stundum til saumakonu sem svona unglingur af því að hérna, þá vildi maður alltaf hafa sko buxurnar svona þröngar hér, mannstu eftir þessu fannar? Nei, ég verði Já, svona í Vestló eða eitthvað, þá keypti maður sér buxur og það var svona víðar eitthvað, maður vildi, hafa þetta svona þröngt hérna. Já, þrengja neðst. Já, það var tískan sko, en nú er það öfugt sko, nú viltu hafa þetta eins bara vítt og hægt sko. Það er ekki hægt að gera víkka mikið buxur hérna á endan eða eitthvað, vandalega ekki. Nei, það er ekki hægt með saumunum sem eru á buxunum núna. Nei. En það er hægt ef við splæsum inn í auka efni. En þá ertu að finna alveg eins efnið ekki? Jú, ef þú vilt að vera ósýnlegt. Já. Ég hef farið til hérna á saumastofu mörg ár, nú ætla ég að skipta yfir til þín, þannig nú erum við onni vinnir. Er það ekki leiðið? Jú, geðut. Já, takk. Þú erum strax vinnir bara ég sagðist elska þig bara í fyrstu setningu. Hérna, nei, ég set oft sko renda vasa á jakka og svona, mér svo pyrrandi að eiga jakka og það er ekki rendir vasar á þeim. Er það ekki eitthvað sem þú getur græðið það? Já. Það er flókið það ekki? Já, eftir að tala um... Nei, bara segjum bara svona einhver svona ullajakki, svona bomberjakki og það er bara svona vasa sem bara getur sett hendunar honni, þá vill ég hafa rendan vasa á þeim. Já. Það getur sett líkla og drastlóni og rend. Já. Ég hef alveg gert það við örgulega 10 pluss jakka. Þannig að það eru fyrirlíkjandi vasar á flíkinni? Já, það er vasi á hann henni. Er ekki að búa til vasa? Nei, það er opin vasi en ég vil geta rend honum. Ég var að fara að spyrja þessu. Það er, þú veist, að búa til vasa. Já, nei, það er... Nei, það er líka sko klæðskeri gerir það. Já. Eða kjólameistari. Já. Nei, ég er bara að fatta tæknir sko. Já, þetta er rauninni vasi sem er... Ok, þarna útskrifastu sem falla tæknir? Nei. Það er skóli nummer 2 sem fer í tengt saumaskap. Já, hvað skóli er það? Tækniskólinn. Og hvað er það langt nám? 2 ár. Að vera fata tæknir? Já. Hvar lærir þar sem þú lærir ekki í skólanum undan? Fata hönnun og textilkjörsvið upp í FB. Það er alveg saumaskapur í því. Og verið að kenna þér að búa til streng og erma hérna svona flappa með nappagötum og eitthvað svona. Og pils og skyrtu og þú veist, það er alveg svona fata hönnun en það er svona fleitt kettlingar á frekar svona hröðu peysi. Já. Og svo er þetta fata hönnun líka þannig að þú ert að, þú veist, lita textil, þú ert að læra að stimpla, þrykkja, sauma út, læra að prjóna líka. Og er þetta eitthvað svona upp í FB er þetta svona bara allur fata bransinn pakkaði saman í eitt nám. Já. Hvort það sé litun, sníðagerð, saumaskapur, þú veist, grafísk hönnun smá líka. Eitthvað svona. En í tækniskólanum þar er þetta bara sauma. Það er ekkert svona hönnunar. Já. Upp í Fjölbraut Breiðholti ertu að hanna einhvern kjól út frá einhverjum kuðung sem þú fannst í fjörunni þegar þú varst 4 ára. Já. En í tækniskólanum ertu bara svona 8 sauma Ég skil. þetta er bara svona þykk bók. Þetta er einhvern þýskan speking. Já. Og það er bara svona er þetta gert. Bara hands-on læra. Þetta er bara búm, búm, búm. Og bara saumavél? Já, þú bara ert við sauma allan daginn. Og það var það sem að sko úr FB þar er meira svona kreatív sko. Og ég var alveg á þeirri braut sko, þú veist, langa að vera að fata hönnur og þú veist, vera með einhverja tískusýningu og hafa tónlist og þú veist, bara sumar vetur voru haust, bara einhverja línur og þú veist, bara svona einhverja draumaskilur. Sko, það var svona svolítið einmitt pínu svona fjarlægur draumur, einhvern veginn fjarlægist alltaf meira og meira og meira. En saumaskapurinn var samt alltaf að það. Ég skil. Og ég var svona hvernig, þannig að allt svona þetta svona frama hönnunardót fór alltaf lengri burtu en ég hélt alltaf í saumaskapinn og það var það sem tækniskólinn kendi mér var að vera upp í tækniskóla að sauma bara, þú veist setja rennilás, taka nýjan út, setja nýjan í og eitthvað svona meira svona technical fata tækni. Þannig að þú ert orðin miklu fljótari að sauma líka. Já. Bara, hvað ertu lengi með nýjan rennilás á gallabuxur?
hálftíma Já. Og varst kannski fyrir tekniskólan klukkutíma Ha? Varst kannski klukkutíma fyrir tekniskólan Já Þú sagði líka að því ég var hann að bóka þig til okkar hérna, þú verður rosa busy frá 10 eða eitthvað til 6 þannig að það er brjálað 10:36, það er opnunartíminn. Það er brjálað að gera Ég er bara einn í þessari hljómsveit. Já, Já, Ég er með starfsmenn, sko, þetta er nefnilega pínu, þetta er tvískipt hjá mér. Ég er með verslun sem heitir Klístur og svo er ég með saumastofu saumakallsins, allt sama spotti. Þannig að þú veist, ég er með starfsmenn sem að vinna stundum fyrir mig í búðinni en ég er einn á saumastofunni og saumastofan er svo sem er að taka mesta tíman. já, ég skil Þannig að ég verð að vera bara On it það er engin annar, jú ég er með eina stelpu sem kemur á 50 dögum frá 9 til 11 eða hálf 9 til hálf 11 að sauma, hjálpa mér að undirbúa þannig að ég kom með fólk í vinnu núna Fancy við að sauma að borga laun og að borga laun og skatta og eitthvað. Úff. en hérna, já, en vissilega verið búin að vera einn bara upp að þessu núna sko. Bara byrjaði niður í Kólaporti Já, byrjaði bara þar út á miður gólfið að sjóma hvar í kólaportinu bara í miðjunni, Alveg í miðunni ég bara dead center Í gamla kólaportinu, það er búið að já, breyta það þessu má segja það Búið að rústa kólaportinu já, Er það þeir ekki? eru samt komnir einhverjir sko, ekki einhverjir svona englar hana sem eru eitthvað að reyna að Er það? pimpa upp á þetta Já, já, það- það var barbecue-hátíðin var hana núna í sumar Það verður tónleikar líka í kólaportinu og svona Airwaves, notar Kólaporti Akkurat, þannig að það er einhver stemming hann jú, túristinn dyrkar líka Kólaporti það er alveg gott fyrir íslenska menningu að vera með Kólaporti Var ekki eitthvað að vera að ræða um að loka kólaportinu svo að fólk brjálað og var eitthvað ég má ekki loka þessu já, þetta er alltaf bara síðasti bærin í dalnum Já, Það er við óstak, hefum hvernig það fyndið að labba þarna það er mjög gaman að koma þarna. Kalkopsveg, sko, það er bara hinum einn landsbankahúsi Já, já. sem er bara Steypa á- mesti glans allt bóna þar heldur betur svo bara eitthvað hús hinum með við gangbröndina sem að mjög leikur Já, já, þetta var gamalt bílastæði þetta var bara bílastæði uppi það var rampur á þetta og, Var það þannig? já, þannig að bara þakið á kólaportinu er ég að tala um rétt? Ég veit Jú, þakið á kólaportinu Já. var bara bílastæði Fyrir hvað? bara malbygga Já, bara fyrir fólk sem var að leggja í bænum og svona bara gesti sem var að vinna í skattinum eða hvað sem var í gangi þarna Já, ok Tollinum. Þetta vissi ég ekki Nei, þú ættir að kíkja á myndir af þessu þetta er mjög En var skrítið að sjá það En var ekki kólaportið á einhverjum tímapunkti í bílastæðhúsinu undir Seðlabankanum? Færi sér svo Jú, hangaði yfir eða? byrjaði þar sko já, Hvað ertu gamall? fættu 91 Ok, þetta er fyrir mína tíð ég heyri bara sögur að þessu já, sama hér sko já Hvort maður hefði farað þarna sem barn Jú, eða maður fór hana sem bat sko. eitthvað. Ég man nú ekki mikið eftir því sko En man alltaf sérst kólaporti fyrir mér Já, það er ákveðin lykt sem er bara kólaportið, geggjað og nammið já, konan sem seldi nammið já, hún var alltaf bara dæl í mann sko, smakka og vilti smakka og... já, ólist allir einhvern veginn upp með svona pínu vinstri fótinn í kólaportinu finnst Já, mér. ég held að já, ég sammála því sko það hafa allir einhverju sögur sko Já, og hérna maður sem selur hérna herklæðin, hann er búin að vera þarna síðan ég man eftir mér já, Óli Já, Þú þekkir þetta allt. Hann Óli. já, já Já, ég var í kólaportinu í vildi að vera í 3 ár Já, vel gert En er ekki bara opið á lögutum og sundum? jú, Já Og er þetta samfélag, þú veist svona hittast kólaports ég var komin inn í eða þú veist, það er alveg jú, þetta er náttúrulega pínu svona uppskipt, það er alveg fundu kannski einu svona árið þar sem allir hittast Allandsolja er besta bensin á Íslandi eða mér finnst það líka endast lengur sko. Og Bensínið? svo- Já, Já og það er svo þægilt að þú valið þína sparistöð og þá færðu bensínið ódýrar Og við erum búið túgæs hvaða borgar er þú að vinna með núna? Ég er svolítið vanafastur sko, ég er í Tupac ég er bara, þú veist, smakkið í Tupac þetta er besti hamborgari á Íslandi Ef ykkur vantar gluggatjöld, gardínur og góða þjónustu þá vestliði við Móðins gluggatjöld Móðins.is Þetta er frábær þjónusta, við elskum þessi gluggatjöld Já, þetta er í öllum Söfnbergjum Þetta er trillt Heimkaup.is, já, á forsíðunni er engin annar en
Túli Nýji túliðin, eða nýji gamli, hvað hefur að segja? Besti túliðin bara. Bara rosalegur túli 4,4% 29 kalorir í 100 millilítrum og í einni svona pakningu eru 12 dósir, þetta er snill Þetta er eiginlega besti útilegubjórn. Túli Ok, og hvað er það að ræða? Sko þegar ég var hann í kólaportuna var þetta pínu svona voru við pínu þetta er rosa flókin segja Já, okay, Já, mjög ég er gaman. leiðinleg. Er hún leiðileg? Já, þú veist, hún er svona ég bara, þú veist hún er svona ég held að voru að rífast yfir plássum eða eitthvað svona Akkur sauma kallin alltaf í miðjunni Ég er lengst í vinstri og hann far alltaf í miðjunni ja, hvernig borgar hann meir en ég Já, Nammi konan alltaf á sama stað, Alltaf á besta sama staðnum. stað, eitthvað þannig að já, og bara er bara svona gaman nei, sko, þegar ég kem inn í kólaporti þá er það á svona pínu Erfiðum stað já, Ok, þannig að ég, þú veist þegar ég kem að inn og kynnist menningunni þá er þetta pínu svona ég skil þú veist að koma það frétt eitthvað fyrir 2 árum þar sem átt að loka kólaportinu bara áramótin sem að gert þá bara skiptu sílindir bara Já, sæl og enginn komst inn þú veist básaeigandur komust bara ekki inn í hús Já, sæl og við vorum á fund með einhverjum með einhverjum lögfrængum og einhverjum rugli bara eitthvað varandi fyrrum eiganda sko þetta er eitthvað svona húsið í eigu ríkisins sem leigir það út til borgarnar og það er einhvern veginn engin svona eitt sem tekur einhverja svona einhlega ákvörðun þetta þarf alltaf að fara í gegnum einhverja svona síur En það er og það var þannig á tímabili að bara fólkið í kólaportinu var bara að reka kólaportið Já. Bara þrjú að klósa það var bara engin já, bókstaflega það var bara engin, þú veist með fjármagn í þessu, það var bara við vorum bara sjáum allt Ég skil, Sjálf. Þessi fundur hefur verið eitthvað svona samstöðufundur því að þetta eitthvað svona berjastur í kólaportinu Já, það er ekki að þið veit það væp sko En það sko ég get ekki bara farið núna inn í kólabortið og verið með bás. Er ekki allt bara kraftfullt og það var hægt einu sinni? Jú, þú getur leikt, ég held að sé inn á kólaporti.is Já, ok. Þú getur leikt núna sko Ég gerði eina þetta einu helgi sinni. eða stakan dag Ég gerði þetta einu sinni ok, með svona bás. Selja föt þá eða? Já. Og við mættið og var að fara að setja upp básinn. Þá komu konur sem voru með aðra bása frá Asíu. Konur frá Asíu. Og keiftu bara upp lagar minn. Áður en ég byrjaði að hengja upp. Helvíti var það þægilegt. ekki Jú, en það er líklega bara keifta ódýrt og selta dýra sko. Klálega sko. En þarna bara losnaði ég við buksunar og fötin og eitthvað. snild Það var mjög fínt. Já, það var alltaf áður en að nú er svo mikið til á öllu þessu svona, ekki svona kólaportum en svona stöðum þess að þú getur Loppum. Já, loppum og þessu öllu þú getur farið og leikt bás og selt föt og eitthvað svona sem er sniðut, sko já, það hefur svolítið tekið það frá kólaportinu Já en já, ég held að þegar ég byrjaði í kólaportinu sko, þá var ég bara eina helgi í mánuði mætti ég bara á laugardagsmorgni, stilt upp Saumaðir já, ég var endur ekki byrjað að sauma þá Nei, ég skil ekki ég byrjaði bara að selja ég byrjaði með búðina sko, klístur Já. sem er, þú veist þetta er svona tvískipt þannig að þetta er búð og saumastofa Akkurat Og Hvað klístur að selja? sko, klístur er að selja er þessi klukka rétt hann Nei, alls ekki. ok, Þetta er bara props klukka. Hérna var stressaður ég held ég var búin að vera þetta bara 4 hours Nei, þú ert góður. Við pössum þig Já. ok, góður Klístur að selja hvað? já, klístur er hérna, þú veist, það er búð sem að selju límiða Crocs tappa á Já. inn í skóna fatabætur plaggöt lyklakipur barmerki alls konar eitthvað svona litla gúmmiendur Já, bara svona þetta er bara alls konar eitthvað byrð og þannig, þú veist, ég reynda að byrjaði bara með límmiða niður í kólaporti og þá mætti ég bara laugardagsmorgni setti límmiða á borð og byrjaði bara að selja límmiða fyrir Ok. gest og gangandi Af hverju, hvar kemur sá áhugi? Það er eitthvað, ég man þegar maður var að safna límiðum sem krakki, límiða bók og svona. já, þú er alltaf að sjá svipin á pappa minu þegar ég sá hann ég ætlaði að fara að selja límmiða sko. Já.
Sölumæðurinn Já, Já. ok, sölumæðurinn en þú veist, límmeða Já, hann þurfti að fá smá bríðir sko Já, eftir að sonur hann skellti þess á hann ég elska ennþá límmeða pappi, ég er 30 ára gamall ég elska á að jafn mikið og því ég var 5 ára þetta er ekki bara tímabil skilur akkurat En hvernig gekk svo sala? ha? Að selja limmiða, hvernig gekk það? Í kólaportinu, gamla dag Sko, ég byrjaði að selja bara á net þetta er sko mjög djúp saga Ok, ég byrjaði að selja límmeða á netinu á Instagram já sko, barsmóðu mín á fatabúðu niður í bæ sem heitir Wasteland og ég er að skreita ég var að vinna hjá henni og ég var að skreita búðuna með límiðum bara sem ég fílaði og eitthvað sem við fannst bara aesthetics í flott þannig að bara passaði bara við þú veist, þetta koncept skilur sem hún var með nema ég var bara að líma límiða og svo bara búið að ræna þeim strax daginn eftir Ræna þeim? já, bara plokka og af vegna Já, Já, ok stundum ekkert heilir sko, stundum náðu þeir bara hálfum Já, já, þannig að það var bara verið að skemma sko limmiðana sem ég var að nota og skreita djöfullin já, ég hugsaði það sama Var það fyrir utanbúðuna inn í Nei, búðuna? inn í búðinni. Inn í búðuna? Já, Hver bara gerir svona lag? interior design Já. það var bara einhver, skilur við, bara enginn að horfa og þið langar inn að limma af Kurt Cobain eða eitthvað bara blokkar hann af, setur hann á símaðin eða tölvuna eða Já, en þetta sem ég hugsaði, hver stelur limmiða skilur Já, inni Það er ónýttur Inni. þegar þú rýfur hann af þá þetta líma á já, líma það er, þú veist Fólk finnur leiðir já, Já, já tónátak Sami kallinn, kallinn með buxurnar hann var að stela þessu Nei, ég hugsaði bara hvað tilfinningalega gildi þetta, þú veist, hvað er ekki hægt að fá almennilega límið hennar Nei, ekki hægt Límið sem ég keift var í bókabúðum og var alltaf stílaðin og börn þú veist, Já, einhverju bánsar og einhverju blöðrur og eitthvað ég er bara svona, ok, þú veist fann límið á netinu sem voru fyrir eitthvað cool fannst mér tónlistalímið límið af einhverju plöntum hákallar, eitthvað svona þú veist, svona pínu svona skateboard senan líka, sko, þú veist Spitfire og Volcom og eitthvað svona pínu svona nett sem ég man eftir, sko, ég bara, wow, cool þú veist, þannig að ég bara, sko flyt inn bara fullt af límiðum kaupi mér, vörumyndastúdíó sem er svona ljósakassi með gati á toppnum og tekur bara mynd niður í, þú veist, svona á færðu svona all around you svona ljós og þú veist, þetta er svona ef þú ert að reyna að selja eitthvað professionally þá kaupir svona vörumyndastúdíó Ok og ég bara stilti bara límiðum á botnina á vörumyndastúdíónu tók eina mynd og photoshoppaði bara tölur inn á verð nei, ekki verð, það var bara eitt verð þú veist, stikka verð en tölur þannig að þú gæst panta límiða nummer Já, 64 Já, Já, ok skilur, Hvað kostaði limmiðið samt? 300 kall Já, Já, flott já, 300 kall Og ertu ennþá að flytja líf með það í klístur? já. Já Þannig byrjar þetta sko að rúlla og ég sko rauninni fe bara inn á sko, ég brist svona innpínu bakdýramein inn á annan markað ég fe bara í alla fylgjendunar hjá Wasteland og ég bara sem klístur, skilur dulbúmið sem klístur Reykjavík og ég bara byrja bara að follow alla bara follow og þú veist bara búin að follow eitthvað 3000 manns hana 5 klukktími setna eitthvað skilur og þá kemur Instagram og þeir bara loka á mig bara, þú ert bara botti þú ert bara, Í alvöru? Já, ok þú ert bara gerum búin að gera aðgangiðin upptækan Já ekki nefnum getur sanna eitthvað annað ég er bara eitthvað hvernig á ég að sanna það Já. bara að senda okkur vídeo af sjálfum þeir bara að vera að segja hvað þú ert að gera ég bara stitt upp kamerunni bara hello, my name is Arnar from Iceland I'm selling stickers online Svo einhvers er I'm review. trying to follow as many people to get attention eitthvað, þú veist og þeir bara eitthvað, ok, fair enough en ekki gera þetta aftur Þannig að það er einhvers sem skoðar þetta vídeo hjá Instagram já, Og hvað það fyndi og þeir bara, þetta er ekki botti bara, þetta er alvöru gaur
bara einhver klikkað ykkur og þeir eru hleypa mér aftur inn á akkántin, það eru bara komið þú veist, 600 followers tilbaka. Já, vel gert. Akkur gerði þú þetta ekki, Benni? Okkar aðgang var lokað, sko. Við vorum alveg með 20.000 fylgjendur á Instagram. Þá spyr Instagram hvað eru þið gamlir og hann segir 2012, að þá byrjuðu hraðfréttir. Já. Það var bara bless. Loka. No way. Og við bara einhvern veginn glemdum að laga þetta og svo var það bara ónýtt af eilífu. Þannig að við erum að permanent deleted. Þannig að við erum núna með undir 1000. Vorum með 20.000. Já, á hlatfréttir. Já, en þú getur breytt nafninu, skilur við. Nú er það ekki hægt að heita hratfréttir á Instagram lengur. Það er bara ekki hægt. Þetta er bara alveg Léni er bara farið. Já, bara ónýtt að eilífu, sko. En hvað, þú veist, að þú hafi sendt á einhvern gæi eitthvað vídeo, það var ekkert í boði. Ég bara reyndi að finna eitthvað kontakt við Instagram, það er ekki séns. Nei. Því að, jú, það var eitthvað info@instagram.com, en það fer ekki neitt. Ég var alveg lengi að ná honum tilbaka, sko. Já, þetta var vesen. Já, þetta var vesen, það var bras. En þeir voru sko, kannski út af því að þú veist, ég var með allt stilt sko, þú veist, eftir mínum fæðingadegi og allt svona, þú veist, og þeir voru eitthvað svona you are a robot. Eða svona, við höldum að þú sért robot. You are a robot. Já. You are a Við robot. eitthvað svona, bara svona, if you're not Sir, skilur, þá máttu, þú veist, Já. you can argue it, skilur. Þannig að það þeim To fannst claim það it. ótrúlegt að einhver manneskja myndi hafa það í sér að follow svona marga. Já, Það væri bara skrítið. það bara, þú veist, þá bara engin svona marga vini, sko. Nei. Það er þetta trú. Pappi gerði hann, ég held að suggested friends á Facebook væri vina beðnir og hann bara, voðalur margir sem vilja vera vini mínir. Þá var hann bara allt og öllum. Ég og pappi, þetta er ekki vina beðnir, þetta er suggestions. Það verður að spyrja hvað þú þekkir viðkomandi. Hann bara alltaf einu bretti, mörg 100 manns. Mörg 100 manns. En svona fyrir þetta saumaskapin, áttuður einhver tíma til þess að sinna einhver hobby eða er saumaskapurinn bara hobby? Hann er mitt hobby. Hann er bara þitt hobby, þú bara vinna við hobbyið. Já. Ekkert svona að skeita eða skíða eða baka eða Nei, þú veist, horfa á sko, fótbolta. eins og ég sagði á hann, ég hef alltaf verið að vinna við eitthvað annað. Grilla hambúrgara, vinna Já, ég skil, ok. kaffús eitthvað. Við erum alltaf að gera hobby on the side. Aha. Nú er ég bara búin að flippa því. Já. Þannig að nú er bara saumaskapurinn orðið fullt starf. Aha. Þannig að ég er bara að vinna við mitt hobby. En slekkur ekkert á heilunum og kemur heim og horfur eitthvað á sjónvarpið eða eitthvað svona? Þú veist, ég er með svona hobby og ég er með svona tengt saumaskap. Þannig að ég svona kafa dýpra í saumaskapin, þú veist. Maður er kannski bara sauma rennilega og svo stytta buxur, þú veist, allan daginn eitthvað. En svo kemur heim og horfur á einhvern japanskan sensei vera, þú veist, lita gallaefni, náttúrlita úr einhverju indigo. Ég fæði svo mikið úr því, sko. Ok. Það er bara að lita, indigo dippa bómul. Þókað til hann verður, þú veist, fullkomlega blár. Þannig að algoritminn er það og meira til. Já. Vá. Hver eru bestir í heimi í saumaskap? Er það Hver er Messi saumaskapsins? Er það Asía. Ítalinn? Er það Ítalinn? Já, þú er með ekki afkastamestir. Nei, bara svona bestir. Bara vá, hvað þetta eru færir einstaklega. Japanir. Það er Japaninn? Já. Já. Þeir eru bara góðir á saumavélina það? Já. Japaninn? Já. Af hverju? Eiga þeir hugmyndina af saumavélina? Nei. Nei, ok, það er bara master Alltaf hendurnar eru fyrsta saumælinn. Já. Já. Og ég held að þeir hafi, þú veist, nei, ég held að þeir séu bara svona, ég veit ekki svona hvað ég segi Japan. Nei, Mér finnst bara allur saumaskapur flottastur frá Japan. Já. Þess vegna segi ég Japan. Já, það er örugglega alveg rétt hjá þér. Þannig draumurinn var að fara til Japan jafnvel að skoða einhver saumahof og hitta einhverja Erum við að fara til Japan, eða? Já, það væri geðveikt. Herðu, þetta er sjónvarpsþáttur. Saumakallinn í Japan Já, bara saumakallinn á ferðalagi heiminn. Já. Þú veist, bara hitta saumameistara. Þú sagðir mér þegar þú varst að spura mig hvort ég kom í hlaðvarpið. Hlaðvarp sem við höldum úti. Já. Og ég eitthvað svona, tjekka á þessu hlaðvarpi og síðasti þáttur eitthvað tekin úti. Já, Og ég eitthvað, úti. herðu, ég er að fara út. Við erum að fara að vera úti, kíkja á veðurspána. Ég bara býtið, Er vittist að segja halda úti það? Nei, það er rétt. Ok. Þú heldur út í Það er podcasti. rétt, ég Ok, bara miskildi það, skilur. Já, og hvað það er gott. Við erum alltaf úti, þannig að komdu með úlpu og Ég held bara,
Ég var ekki með reglíf sko. Já ég get nota hana Það er samt strax, ég get nota rosalega hana bara strax. Það er rosalega ófannarslegt að segja ég held út í podcasti. Já, það kom bara til mín. Ég tala sérst mjög vitlaust, segir sérst bara hvað þvælu sko. Ég sést, ég held að þetta væri úti. En við erum heldur betur inni. Ég var til í að vera úti samt sko. Já, við gerum Ég held að Þá er verið í skóm. Það hefur verið í skóm. Já, við gerum það næst. Ég hef verið á tannum kannski. Já, Berfættur. En svona ferðar, kemst eitthvað frá saumastofunni, eins og í sumar, ætlar að fara eitthvað, þú sagði bassmóðið þín, þannig þú þá væntalega barn. Já. Hvað er barnið gamalt? 4 ára. 4 ára, ætlar að fara með þetta 4 ára barn eitthvað á eitthvað ferðar? Ég er að taka bara svona ég er búin að taka svona langar helgar bara. Já. En sko þegar ég útskrifast náttúrulega úr Kólaportinu. Það kemst hinum með við lækin sko. Og finn þetta húsneð í Glæsibæ. Og leigan í Kólaportinu versus leigan í Glæsibæ, það var ekkert það mikill munur. Þú veist, leigan í Kólaportinu 8 dagar. Já. Leigan í Glæsibæ allir dagar mánaðarins. Já. Og munurinn á leigunni, verðinu, var ekki, þú veist, ég hugsaði munurinn á leigunni og ég hef 21 dag til að selja upp í mismunin, aukala, skilur. Það er bara, nú er ég ekki búið með viðskiptafræði í Harvard, en Þetta make sense. þú veist, þetta make sense. Já. Þannig að ég bara leigði bara Glæsibæn, ég ætla bara að leigja þetta. Já. Og ég bara að fara að flytja allt batterið mitt upp í Glæsibæ. Það er grjót. Bara fancy town. Hvað er búðin inn í Glæsibæ? Ef við lappin í Glæsibæ, bakarið til hægri, Nexus til vinstri, hvað er þú? Ég er við hliðin á apotekinu. Lengra til hægri og innar. Já, aðeins inn gangin. Já. Nú Glæsibæ er ekki stór staður. Nei, hann er það. En En það er auðvitað að villast þar. Það er það sko. En ég er lukkulega út á miðju gólfi. Já. Ég er ekki í sko einhverjum svona slotti eins og í Kringlunni. Nei. Ég er bara, þú veist, búði mín er bara uppi vegg og svo er bara glerhlið, glerfrontur og gler. Já, næs. Ég bara er bókstala út á miðju gólfi. Það fólk getur hort á því sauma. Ég er bara eins og fiskur í búri hana. Þetta fyrsti rúllustígin á Íslandi minn er að það hefði verið í Glæsibæ. Það er rétt. Já. Niður. Já, niður. Og svo fór hann upp líka. Var ekki Já, niður og upp. Já. Tveir. Ísbjarnarblús með Bubba Eða Mortens fór hann líka. bara niður? Hvað segir þau? Nei, ég ætla að segja Ísbjarnarblús með Bubba. Ég held hann að sungi lagi fyrst í Glæsibæ. Heyrðu, það fór bara niður, það var stíu upp. Já, það er svoleiðis. Það var verið að spara. Það var að spara. Rúlust þessi fyrir bara niður. Stundum er það þannig. Glæsibær hérna in back in the day, sko. Það var náttúrulega bara, ég meina, braggakverfi, sko, var hérna í Laugardalum. Einhver minnisvarði hérna þetta held ég. En svo opnaði Glæsibæðina, sko. Það var bara þvílíkt merge ef þú ferð Árbæðasafni eða Þjóðminjasafni eða hvað safn. Það eru bara öskubakkar merkti Glæsibæ og diskar og glös og Þetta er bara fyrsta mollið okkar. þetta var bara, fólk bara fór bara í svona fínasta pussi eða sko. Já, bara klætti sig upp og fór í Það var Glæsibæ. bara við erum að fara í Glæsibæ Við sko. erum að fara í rúllustiga og við ætlum að... Fyrsta sinn, En hvaða búðir voru þarna? elskar mín, haltu þið fast Það var, sko, þetta byrjaði, sko, ég held að þetta þeir heitu, sko, Sill og Valdi held ég. Það voru eitthvað svona business entrepreneurs hérna í gamla dag, þeir áttu bara, þú veist, ef þeir vantaði barnavagn þá fórstu bara til Sill og Valda og þeir bara áttu, þú veist, svona, ég held að þetta hafi verið bara svona hagköp áður en hagköp bara til, þú veist. Já. Ég voru bara með allt. Bara svona heildsala Það var allt svona sérhæfða búðir sko. En þeir voru bara svona splæstu öllu saman. Já, sniðut. Já. Þeir útskjöfuðust. Svona íslenskt Walmart. Já, einmitt. Já, Sill og Valdi. Það voru líka alltaf svona tæki fyrir börn. Þeir voru líka með kjöt. Já, Og peninga, svona tífúlítæki, hvað kvöldu við þetta? Leiktæki, sem setur pening í og það hristist. Já. Það var mikið af því í Glæsibæ, manni eftir. Geðvikt. Já, alltaf gaman að Þú koma. lest þú minnugur maður. Benni er með ótrúlegan heila sko. Og svo var náttúrulega Nóatún var hana líka og úti líf náttúrulega fórum daga, niðri. En ég manna ekki mikið meira. Nei, nú er komið hérna alltaf líkansrættastöð og einhver læknar og eitthvað dót. En sko, Glæsibær er sko ekkit smá skemmtilegur sko
bara svona pittur í Reykjavík Já, Já. ég get eða á höfuborgarsvæðinu, hann er bara svona þú veist, það eru hálsnef og eyrnalæknar lítalæknar, tannlæknar augnlæknar heimilislæknar þú veist verslanir, búðir bakari, líkamsræktarstöð. líkamsræktarstöð Hárgreiðslustöð, nei, Hár- hárgreiðslustöð Hvað segir maður? Hárgreiðslustofa. Stofa? hárgreiðslustofa En er það hittast Nudd, eitthvað? þú getur farið í nuddana Aha, já, ertu að nýta þetta? nei, ég þyrfti að gera það Já, Já, ég sé að hún horfir á mig sko þegar ég er með hóki baka að sauma ég er potential client fyrir hana sko það er kannski þarf að bóka hjá henni Þú ert að fara til kýrópraktor, þú ert að hnykkja þig kannski já, það er eitthvað rífi í kallinn Það er svo mamma, hún er mikið að sauma ekki með saumavél, hún er að sauma svona myndir útsum útsaum, þá situr hún það kemur kannski í heimsókn þá er hún alveg hókin, sko, svona Einbytta sér. Já, þú veist, þetta er allt og mikið ég er alltaf að hugsa, okkur fær hún sér ekki einhvers konar borð eða ég veit ekki hvað maður getur gert, sko já, nei, ég menna Þetta með einhver ráð fyrir hana bara, að minka hókið sko, svo lengi sem hún tekur pásur og kvílir sér á milli sko. já Og nei, teygir líka minn er líka, þú veist venst þessu Já, þú veist, bara eins og allar þessar konur sem eru nú segi ég bara konur út að það eru svona flestar, það er sem brjóna já, þú veist, það eru bara sumar bara, þú veist, sem bara halda sér gangandi bara með þessu Já, þetta er ákveðin hreyfing. Veist, það er kannski, já, þetta er bara Hugaleikum við. já, þannig að og líka minn svona lærir inn á þetta maður þarf samt að passa sig á giktinni, eða ekki? þú getur haldið henni örglega við í skefjum Já, sko, reyndar, það er þessu. punktur, já Með þessu auðvitað dóttunum. og það ég finna, ég prjóna líka sko ég finna að ég er ekki búin að prjóna núna í svolítinn tíma og þegar ég byrja að prjóna Já, þá er kallið bara hann sár sko já það er bara hasperu daginn eftir og bara, Puttar þannig að mig. ég er að missa sko ég er að missa prjólið Prjóna formið. prjónaformi sko En svona í lokin, er eitthvað frammyndan í á sumargjallinum? Eitthvað svona sem þú vilt koma bara heimsifir á heims yfir áð og opna útibú allstaðar. sko, þetta er bara frábær staðsetning Já, og mér finnst ég bara að vera svara eftirspurn og það er bara vel tekið í þetta þannig að ég hef enga ástæðu til að vera eitthvað draga mig til lesi eða nei, bara sauma sem eitthvað ætla sé ekki bara næst á daskar og bara kaupa bara Glæsibæ. þú veist, já en slotti sem ég er í Ég skil. Já, já, já þannig að þeir bera mig bara út í líkistu Já, þetta er mörg ár. já, Mörg ár. en það er svona pínu visjóni sem ég hef sko Já, það er fallegt vision og við höldum með þér og bara takk kærlega fyrir að koma. Saumakallin.is saumakallin.is Já, Þar getur maður fylgst með það er skemmtileg one pager Geðveikt. Herru, bara áfram þú. og Instagram líka já, já Fylgja á Instagram. Klístur og allir pakkin Já, herru, þú ert bestur. Takk fyrir að koma. ég elska þið líka Já, herru, takk fyrir að segja. Ég var að ég byggja var svolítið setna að segja Já, það, en þú þurfti fyrst að kynnast mér. Ég hendi í þetta bara leið og ég sá þig. En love you too. Þykir ég væntu mig? Eða svona eitthvað? en þetta er bara ást Ástin- hvað segir þið? Þykir ég væntu mig eitthvað? já, ég er náttúrulega sko, ég veit ég er búin að vera hérna bara með klófi framan í honum allan Já, tíman já, já. en ég er alveg búin að Pæli þér. fylgjast með þér sko Já, takk fyrir það Takk fyrir komuna Takk. takk sem leys